Sjáu þið keppnum komin á línu, þetta öfug rásröð. Jónstart, grænt, við fórum á staðum, fyrsti bíll, annar bíll fara bara ekkert á stað, hann verið svo drepið á, allir utan um hann, Hlynur Freyr, tekur fyrsta sætið, hérna kemur Gunnlaugur, nei, hann sleppir, það er árekstur, hann er inn í fyrstu beygju og hvað ætlar hann að gera hér, hann stingur sér innri, já, neglir sér innri, ítir sínist fyrir Gunnlaug, örlítið, en núna er Gunnlaugur hins vegar á innri línni, og læsist því inni, já. Nei, hörðu! Hér fór vél! Altså, við erum að fara að fá bara í fyrsta skipti, held ég. Svona rístart undir öryggsbíl. Og það er bara svoleiðis, það er komið grænt, við erum byrjað með kappaktur aftur. Og Ármann að koma sér fram og Hlynur er að reyna, hann er nú komið samhliða. Nú er allir ansið þétt saman. Sveinu, það er að koma sér samhliða. Núna hérna Kristófer að stinga sér fram úr. Það er að leggja það. Hann er komið fram úr. Og hérna fyrir aftan. Gunnlaugur hangir innri, sleikir mölina, nær að þrýsta Ármanni frá. Og þeir eru samhliða, þeir eru góða inn á beinakaflan. Kvöldið yndislega fólk, ég heiti Arnór Skats, ég ætla að vera með ykkur hérna á þessu yndislega og unaðslega 50-dagskvöldi og með aðstoðarmann með mér, hann Bjarnar Jarl hérna í headphone sem þið heyrið ekkert í en hann segir hæ. Velkomin í loka umferð Formúlu 4 deildarinnar 2026. Velkomin til Ástralíu í miðborg Adelaide þar sem við keyrum hér á innilokuðum götum sem eru jafn slæmar og götur Íslands geta verið ef dæma má tuðið sem ég er búinn að heyra frá keppendavallana. Það er búið að vera mikið það. 14 beygjur, 3,2 kílómetrar, 55 ringir og ein illkvintasta fyrsta beygja, ef ekki bara versta beygja yfir höfuð sem hefur verið keyrð í þessari mótorröð, jafnvel bara fyrr og síðar, það gæti verið. Með við það sem ég hef heyrt,
Ég var bara að ná í þessa braut áðan og að sjá hana í fyrsta skipti. Hinrik Haraldsson var að kaupa hana áðan og hann að fara að keppa í deildinu. Ég veit að Aron Breki ekki bara að æfa sig pínulítið nema bara þá akkurat núna. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist hérna. Keppendurnir eru mættir út á braut og eru byrjar að setja sína fyrstu ringi. Náður en að við förum í það, þá ætlum við að fara aðeins og segja ykkur frá okkur yndislegu styrktaraðilum. Málega vörur, þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga á sprautuverkstæðum allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón, hreinsu vörur og frá vörumerkjum eins og Maguire's Concept og fleirum, að auki vörulínu Rúpes Big Boy sem eru fyrir vali ótal margra þjónustaðila í bílaþrifa og bílasprautun á bransanum. Aðalbónir eru bara hreinlega betri og fremstir í grafínhúðurinn hér á landi með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölur landsins. Fagleg, hröð og framúrskarandi þjónusta, bíllinn á þetta bara einfaldlega skilið. Verkfræðistofa Reykjavíkur, eftirlit, burðarþolshönnun, verkefnastjórnun og lagnahönnun er aðeins nokkur dæmi. Þjónustu VFSR. Stofan hefur komið að miðbæ Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði, burðarþols og lagnahönnunar. Svo það okkar ástkæra stilling. Er þetta eina stopp ef þörfur á einhverju bílatengdu? Hágæða mótorolía, gírolía og bætiefni frá Liqui-Moly. Bílavarahlutir frá virtum framleiðendum líkt og Valeo og Brembo og allir mögulegir aukahlutir í bílinn. Að auki að finna hjá stillingu allskins hand, sér, loft og rafmagnsverkfæri, greiningartæki, lyftur, dekkjavélar og margt fleira. Auðvelt að sjá að stillingar þitt fullkomna stopp ef þörf á einhverju í tengslum við bílinn þinn. Til dæmis Brembo, bremsur og svona stöf. Ég með svoleiðis í GT-inum. Það er þrælvirka stillingar þetta er. Stórar og kærar þakkir til styrktaraðilinn okkar. Og þá snúum við okkur að tímatökunni. Jæja. Skulum við kíkja á þetta. Það er Arnar Kristjánsson hérna. Gunnar Karl að sjálfsögðu, búinn að skella sér upp í fyrsta sæti eins og svo oft áður. Við höfum gert það í síðustu keppnum hjá okkur, bara skellt sér beint þangað, tekið fyrsta sætið. Hvað er Gunnlaugur að gera hérna? Er Gunnlaugur að gera eitthvað? Var hann að gera eitthvað? Nei. Þetta er óverulegi kerfið hjá okkur að ekki standa sem neitt opbáslega vel saman við Þórhallina. Skulum bara slækka á þessu. Þetta skript er ekki að fara að gefa okkur neina góðar niðurstöður held ég. Það verður dálítið villandi nefnilega þegar maður kíkir á töfluna og sér allskins rugl. Við skulum bara offa þetta. Þórhallur Ingi Jónsson í þriðja sæti hérna. Patrik Magnússon í öðru, hann er mættur. Hann er nú ekki búinn að vera mörgum keppnum hjá okkur. Já, hann er nú reyndar alveg verið í mörgum keppnum en ekki í þessari deild, langar mér að segja. Þórhallur Ingi í þriðja, Gunnlaugur Ásgrímsson í fjórða, Vigfús Haukur Hauksson í fimmta sæti. Búm, byttu nú við, Alexander Hauksson hendi sér upp í þriðja sæti og meðan ég er að glápa á töfluna. Þvílíkur snillingur, en hvað er Vigfús Haukur Hauksson að gera í sjötta sæti? Og fyrirgefið þið sem er að byrja að horfa, ég er ekki að vera dónalegur við Vigfús. Vigfús hefur bara aldrei verið svona ofalega á töflunni í tímatöku áður held ég sko. Þetta er virkilega vel gert hjá Vigfúsi. Bara, mér langar að þetta stórt klapp á þig. Ég veit að það er bara 5 mínútur liðnar en samt. Þetta er einn af þeim fyrstu sem skellt þér á toppinn. Arnar Kristjánsson skellir þér í 7. sæti hérna. Það munar ekki, hann er 600-700 millisekúndur. Vigfús Haukur Hauksson, hrúturinn sjálfur. Ég ætla að fylgjast með þér vel og vandlega, kallinn minn. Hvað ertu? Hann ertu. Hann er að lauma sér út úr pittinum aftur. Það er það sem hann er að gera. Þannig er zoomið okkar komið, getum við zoomað inn á keppendunar, rent myndavælunum okkar til. Wúa! Vigfús Hauksson.
Aron Breki að skella sér upp í 11. sæti. Arnar Kristjánsson keyrir hérna bara á kamerugæjan okkar. Það var óhræddur, tók eftir í. Kamerugæjan var bara með fulla. Stilling bætt hérna í chati hjá okkur. Hæ Stilling! Gaman að sjá okkur. Aron Breki Valgeirsson hérna á höttunum og eftir. Það er spurning. Hver er hérna fyrir framan hann? Er einhver af Runka Racing bræðrunum? Þetta er Arnar Kristjánsson sem er hérna en Aron Breki Valgeirs. Aron Breki var einmitt að segja mér það. Hann var að kaupa brautina bara í dag sko. Að byrja að æfa sig í dag. Ekkert búinn að gera neitt sko. Hann er þetta verður stíf keppni fyrir hann Aron Breka. En hann er eins og hann Hinrik Haralds að byrja bara algjörlega óæfður. Hinrik bókstaflega átti ekki brautina áðan. Það er geitin. Hvar er geitin? Er hann bara í pittinum? Nei, býttu, þarna var held í Hinrik. Þarna er hann að lauma sér. Sixuxa Racing Team. Þarna, Hinrik, eigandi GT-akademíunnar. Hættir hérna til að keyra. Eins og ég átti ekki brautina, var að kaupa hana áðan. Ekki að standa sig alveg vel á hann Aron Breki hins vegar sem var að skella sig núna upp í 9. sætið. En hann náði þó í 14. sæti sem við sjáum. Hann hendi sér yfir listan. Þá er Aron Breka vel mertur. Vel mertur. Þar er Gunnarinn okkar. Hann er Gunnar Karl. Inn í pit. Bara slagur. Með fyrsta sæti 267 millisekundum og undan sko liðsfélaga sínum. Hann er alveg slagur. Ekki segi ég þá laumar hann sér á stað. Takk fyrir að skemma þetta fyrir mér. Þórhallur Ingi Jónsson. Þetta er, ég er að vona Þórhallur nái einhverju grimmd, ná að stinga sér þetta fram úr. Hákon einnig Jökulsson hérna, hann mætti ekki, var til að sjá eitthvað sterkt frá honum, en Hákon virðist vera hérna eins og Aron Breki illa öður. Meðan við tímana sem hann er að sitja allavega, þá er Hákon Darri ekki vel öður. Það er alveg skotur. Herðu, við skulum skoða áður en að ég gleymi því. Við skulum skoða stíginn hjá keppetum. Hendum þeim upp á töflunni hjá okkur. Það er hann Gunnar Karl sjálfsögðu sem að leiðir þetta mót. Ekki bara leiðir þetta mót, hann er bara langt á undan öllum í þessu móti. Og Hákon Darri er þarna ekkert svo kannski langt á eftir honum. En langt á eftir hann í stigum. Það munar einhverjum 70, 60 eitthvað, 64, 68. Náði ég að reikna þetta, einhver að segja mér, já. Og Þórhallur Ingi er rétt fyrir aftan Hákon. Það getur allt gerst þar. Annað sæti er up for grabs svolítið hérna. Það getur allt gerst með það. Aron Breki í 4. sæti hérna eins og staðan núna gæti tekið annað sætið af Hákoni Darra, til dæmis. Það gæti vel gerst. Sigurgeir Lúðvíksson gæti líka stungið sér upp og Gunnlaugur Ásgrímsson gæti vel verið að fara að henda sér í annað 3. sæti. Þetta fer allt eftir niðurstöðum hjá hinum gæjanum sem eru fyrir framan. Það hefur verið mjög áhugavert að sjá. Patrik Magnússon og Vernar Rafnars standa hérna jafnir stiga, 60 stiga á gott. Vigfús haukur hérna rétt á eftir. Þórhallur að skella sér upp í annað sæti hérna á töflunni hjá okkur, kæra fólk. Gerist í bakgrunum svolítið, svona meðan ég er að segja ykkur stöðuliða. Stöðukeppet að segja, herri, kíkjum þá yfir á stöðuliða. Aðalbón er að pakka þessu saman, Aðalbón Vaffes-R eru hérna í öðru sæti. Black Ice Racing er í 3. en Rúpes Bigfoot Racing Team er hérna rétt á eftir þeim og ætla að reyna sitt besta. Er Fenrir mættur hérna í dag? Fenrir er ekki mættur hérna í dag, þannig að þetta gæti verið auðveldur sigur fyrir Aðalbón samsteipuna. Þessi top 3 lið, top 4, Rúpes, Aðalbón, Vaffes-R og Aðalbón Racing Team. Þetta er Aðalbón samsteipan eins og við kjósum að kalla þetta. Og í GT-akademían í 7. sæti, Runka Racing tekur 5. sætið. Stjarnan í 7. Team Want to Beat í 8.
9. sæti tekur Sexuxa Racing Team. Prútar Racing í 10. Rust Easy í 11. og Too Fast for Incidents í 12. sæti. Þá skulum við nú aftur fara að snúa okkur að því sem að skipta öllu máli. Það loka keppnin í þessari mótaröð hjá okkur, Formúlu 4 mótaröðin 2026. Smellið og eitthvað svona mest spennandi takk. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna í 5. sæti, mögulega á góðum hring. Patrikur að fara að klára sinn hring, skulum sjá hvað hann gerir. Hann virðist vera á samkvæmt töflunni sem ég að horfa á. Það hann ekki að fara að ná neinu sérstök út úr þessu. Já, Hulda, nákvæmlega, koma svo Pappinar Sunnu. Ég held svo mikið með Pappinar Sunnu, sko. Ég ætla að vona að Pappinar Sunnu taki Gunnar Karl og snýt honum. Og það ekki að þeim illa við Gunnar Karl, ég viti það vel. En Gunnar Karl bara vinnur alltaf og ég hef ekkert gaman að því. Ég hef gaman að góðri sögu og góð saga, það væri ef að Þórhallur Ingi Jónsson myndi nú koma og pakka við okkar saman. Það væri unar að sjá. Mikið myndi það gleðja mig. Ég ekki viss ég gæti sofnað í kvöld. Ég ekki viss. Ég myndi bara, já, ég veit ekki. Ég ekki viss ég... Nei, skiptum í myndaðil. Já, kíkjum bara Gunnlaug Ásgrímsson. Við ætlum ekkert að sjá drauman okkar brotna. Við ætlum ekkert að vera að pæla í því. Gunnar Karl orðinn vondi kallinn í deildinni. Já, það klárt mál. Það nákvæmlega svoleiðis. Það bara 100% svoleiðis. Hann vondi kallinn. Hann svona Max Verstappen þegar hann gekk vel. Það þoldi hann enginn. Núna gengur hann ekkert rosalega vel og þá allir eitthvað, Max Verstappen fínn gaur, sko. Hann mjög fínn gaur, sko. En það allir Gunnar Karl. Gunnar Karl. Þetta mjög gott. Þetta einhver skemmtilegasta deild sem ég hef nokkuð tíman upplifað. Það get ég sagt ykkur. Patrikur, hann laumar sér í 3. sæti. Hann í 3. sæti, en hann hérna inn í pit, bara salislagur. Þórhallur Ingi, hann líka inn í pit. Nú bara ekkert spennandi að ske. Hvað okkur virkar ekki neitt? Halló? Ring, ring. Þarna, takk. Þarna tímatakinn að klárast. Nú fá keppendur að klára sinn ring og nú skulum við líma okkur vel á Gunnlaug og svo yfir á Arnar Már. Nei, Gunnlaugur hérna á síðasta ring að bæta sig eitthvað, hann að gera eitthvað gott úr þessu. Nei, hann verðist fara mjög hægt. Gefur vini sínum bara tók hérna inn síðasta kaflan. Og hvað? Gerist eitthvað? Nei, það gerist ekki neitt. Vigfús Haukur komið með kjötbolluflagg og fyrir ykkur sem ekki viti það, þá ef þið sjáu þetta svarta flagg með appelsínugulum punkt í miðjunni, þá þýðir það að viðkomandi með klestan bíl og verður að fara inn í pit samkvæmt reglum iRacing. Jæja, kíkjum yfir á Alexander sem að koma hérna yfir línuna. Síðasti bílarinn okkar til þess að fara yfir línuna og einhvern tjens á að gera eitthvað í 4. sæti með drenginn. Stórgóður. Situr þar ennþá trónir. Alexander Hauksson byrjaði að keyra hjá okkur fyrir 2 árum síðan og hann var ekki svona frábær. En núna hefur sko margt breyst. Þannig líkur þá tímatökunni hjá okkur. Það Gunnar Karl sem tekur 1. sæti. Þórhallur Ingi Jónsson ætlar að vera þetta í öðru og sína þessum strákum hvernig á að gera þetta. Það allan það sem við erum að vona. Það sem við erum að vona, kæra fólk. Ég veit að chatið með mér. Ég veit þið eru með mér. Allan Hulda og Sunna með mér í liði. Ég veit það. Patrik Magnússon í 3. sætinu. Minn maður líka, Alexander Hauksson í 4. sæti. Þess að ég segi, hann hefur ekki verið í 4. eða 3. sæti lengi. Drengurinn æfir sig og æfir og komin á toppinn. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur, búinn að sigra margar keppnir. Hann hérna í 5. Vigfús Haukur Hauksson í 7. sæti. Byrjaði á þessu ári að keyra með okkur. Að standa sig framúrskarandi. Framúrskarandi vel. Fyrir framan Sigurgeir, Arnar og Hákon.
Hvaða rugl það? Þetta geðveikt. Ég elska þessa deild. Ég elska ykkur öll sem eru að fylgjast með. Við komum aftur til smá stund og förum í keppni. Fær Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Jæja, kæra fólk, þá komið að þessu. Keppni fyrir að byrja eftir örfáar mínútur. Og við ætlum að sjá hverjir sitja hér á pól eða í fyrstu tveimur sætunum. Það Gunnar Karl Vignisson fyrir fyrsta sæti með 1:18.54 og það 247 millisekundum eftir situr Þórhallur Ingi Jónsson, pappinn og Sunnu í öðru sæti. Þetta það sem ég að vona til að fara að gerist núna. Ég að vona að Hittu nú við, hvað var þetta? Ég að vona að Þórhallur Ingi sé bara að fara að raskella þetta núna. Ég að vona að hann sé bara að fara að taka þetta. Það það sem ég að fara að treysta á og vona mest af öllu. Ég vil bara Þórhallur Ingi Jónsson. Ég veit að kannski lýsendur ekki að hafa ykkur svona skoðanir en veist, ekki einu sinni byrja með mér. Byrja með mig. Eða eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað að segja. Jæja, allavega fyrir mig í þriðja sætið. Það Patrekur Magnússon sem situr í þriðja sætinu. Alexander Hauksson í fjórða. Þeir eru örlítið á eftir hann Gunnar Karl. Það allir Patrekur Magnússon hefur engu að tapa þannig. Hann á eftir að setja allt í sölutunum bara að gera honum Þórhalli Inga eitthvað erfitt fyrir að halda í honum Gunnar Karl. Og eins ljótt og það að segja þá langar mig bara að sjá Gunnar Karl bomba í vegg. Mér langar bara, það ekkert illa meint, Gunnar ég elska þig, en mér langar bara að sjá það. Mér langar bara að sjá einhvern annan vinna einu sinni kannski heldur en Gunnar Karl. Svo Gunnlaugur Ásgrímsson í 5. sæti, Runka Racing, samlokumeistari sjálfur. Hann mikið fyrir rally, við höfum margoft unnið mig í rallymótum til dæmis, það aldrei pirrandi. Leið hann byrjaði að keyra með okkur þá fór hann að vinna, aldrei þreytt, allt í lagi samt, en aldrei þreytt. Og hérna hann Hámís í samloku. Og svo Vigfús Haukur Hauksson í 7. sæti, Hrútar Racing. Þetta þriðja eða fjórða uppáhaldsliðið mitt. Það nú bara því að ég þekki svo marga í hinum liðunum. Þetta gæti verið uppáhaldsliðið mitt. Það spennandi að sjá hvort hann að stinga sér upp eða hvort hann farið niður sæti. Svo Sigurgeir Lúðvíksson þetta í 7. sætinu.
Aðalbón Vaffesær 700 millisekundum eftir Sigurgeir, mjög beittur bílstjóri. Það sem ég býst við að sé að gerast hérna er að hann er ekki búinn að æfa sig mikið á þessari braut eins og svo margir aðrir sko. Og Arnar Kristjánsson situr í 8. sæti. Team Runka Racing. Svona, ég vil bara láta þess að ekkert hafi gerst, bara nákvæmlega ekkert gerst. Klipp með þetta út. Svara í 9. sæti. Hákon Darri Jökulsson, Aðalbón Vaffesær. Heil sekúnda þetta frá honum yfir í næsta mann. Svo ég ætla að gera ráð fyrir því enn og aftur að hann hafi ekki æft sér mikið á þessari braut. Þetta er splunkun í braut í leiknum. Flestir keppendur hafa ekkert æft þessa braut. Allavega ekkert í gegnum tíðina. Og það að vera að fara að henda sér á þessa braut núna er dálítið meira en að segja það, sko. Dálítið meira en að segja það, skal ég segja ykkur. Aron Breki Valgeirsson hérna, sem var búinn að láta mig vel vita því hann var ekkert búinn að æfa sig. Svo ég ætla að gera ráð fyrir því enn og aftur að það sé nákvæmlega eins. Aron Breki Valgeirsson í 10. hérna. Bjarni Sigurðsson í 11. sætinu. Ragnar Þór Valgeirsson, Team Rust Easy hérna í 12. Bjarni Sigurðsson með þessa frábæri mynd. Hér eru Annar Hrútur, Rúnar Freyr Einarsson, Þorgils Árni Hjálmarsson, Hinrik Haraldsson, minn maður í 15. sæti. Dagur Tumi hér í 16. Og svo í 17. sæti Viktor Smári Þórðarsson. Þá erum við komin á ráslínu. Það er eitthvað að gerast. Við erum að horfa á menn raða sér þetta línuna. Vantar hér einn. En hér í fyrsta sæti er að Gunnar Karl. Enn og aftur. Gulaflaggið er komið á loft. Þá skulum við offa þessa tónlist. Það þýðir ekki að hafa hann í gangi núna. Það er spennan er að fara að magnast. Gunnar Karl nær góðri ræsingu, en það gerist Þórhallur líka og skýst þetta fram úr honum í byrjun. Og hvað gerist svo? Gunnar Karl er með betri lína, þannig að já, þetta gengur vel hjá Gunnari og hann er bara farinn í burtusta. Nei, minn maður er farinn í rugl strax. Nei, ég trúis ekki. Þórhallur hrynur þetta niður listan, komin í 14. sætið. Ótrúlegt að þetta hafi þurft að gerast. Árans vandræði geta þetta við. Patrikur Magnússon í öðru sæti, en beint fyrir aftan hann límir Alexander Hauksson sig í 3. sæti. Og þar fyrir aftan Gunnlaugur Ásgrímsson er ekki með samloku í kjaftinum í þetta skipti. Ó nei, Haukur Vigfús, Vigfús Haukur lokar innri línunni. Passar að Sigurgeir hérna fyrir aftan, ná ekki að stinga sér. Og hérna er Aron Breki bara þefar og leitar uppi eitthvað sem gæti gerst. Hinrika, hvað er að ske með það? Hvar er Hinrik? Halló? Hinrik? Hérna brjáluð bara átt að botsætin. Þeir eru ofan í hver öðrum allir. Æ, byttu nú við Ragnar Þór er ekki með neitt framvæng og vissi ekki af því að hann er bara út af. Og hérna er við komin einn hring inn á beinakaflan. Gunnar Karl í fyrsta, Patrikur Magnússon í öðru og í 3. sæti Alexander Hauksson. Erum við fyrir mig. Æ, hvað er að gerast? Gunnlaugur Ásgrímsson er farinn í vegginn og bíllinn í klessu. Burtu með hann af brautinni. Þetta er hrikalegt, það er allt að fara í tjón og rugl hjá okkur. Það eru 3 kjötbolluflögg komin í brautina. 3 kjötbolluflögg komin í, þetta er allt í kaos. Rúnar, Þorgils komin upp. Gunnar Karl Vignisson í fyrsta sætinu.
Hver Patrik Magnússon í öðru, allir fattar að keyra mjög hægt. Það komur út öryggisbíll. Hver kemur ekki upp gult flagg hjá okkur? Reset flags. Hanna. Bara bim, bara búm. Keppendur, kæru keppendur. Kæru keppendur. Slakið ekki á. Keyrið varlega. Gunnar Karl í því fyrsta, Patrik Magnússon í öðru, Alexander Hauksson og Vigfús Haukur Hauksson. Þetta eru underdogs. Bara, það væri svo yndislegt strákar ef þið náðu bara að halda þessu og berjast, jafnvel við Patrik og valda honum einhverjum bölvum vandranum. Ég væri til í það. Ég væri mikið til í það, mínir kæru. Það komur út öryggisbíllinn, hann þetta beint fyrir framan. Gunnar Karl. Við höfum skoða hérna. Strax öryggisbíll. Kjötbolluflagg og eftir kjötbolluflaggi Gunnar Karl. Nokkuð við erum fann 3 hringi. Adelaide víst svaðaleg. Ég búinn að heyra mikið það að það gæti farið allt til fjárans. Það mikið mjög erfið körp eða kanta. Þetta unit þið sáu þarna vinstar megin við Gunnar út í kantinum. Þannig að keppendur getur verið að fara. Það gæti verið mikið þetta. Vonandi verið ekki mikið öryggisbíla hins vegar, en vonandi þessi öryggisbíll nóg til þess að keppendur aðeins temji sig niður og séu ekki að valda miklum vandræðum hérna. Möguleiki að keppnisstjórn, mér mögulega kannski finnst keppnisstjórn hefði mátt fara aðeins betur yfir þetta mál og ekki vera að setja út öryggisbíl. Kannski hefðu þeir mátt fara betur yfir þetta, kannski ekki. Allavega ég sem að sá það sem við sjáum bara til. Allavega losnum við öryggisbílinn nú vonandi í bráðan og þá fyrir þetta allt saman á stað aftur. Það eru bara keppendur að hætta að klessa á veggi, ekki fara að valda einhverjum öryggisbílavandræðum hérna fyrir okkur. Gunnlaugur Ásgrímsson ennþá í pittinum. Bíllinn hans ennþá í köku hérna, vantar á nefið. Spurning hvort að hann ætli bara að vera þetta inn í bíl. Er hann ekki með nýjan bíl inn í bílskúr? Ég er nokkuð öruggur það að keppendur hafi einn bíl inn í bílskúr. Það gæti verið að budgetið hafi bara ekki lifta hjá honum, hver veit. Það er ekkert budget, sko. Það er ekkert budget. Gæti að hafa glemt eitthvað. Það er allir keppendur að fara inn í pit. Eða, ekki allir. Alls ekki allir. Sumir keppendur sleppa. Þetta gæti hafa bara verið mjög skemmtilegur snúningur á þessari keppni fyrir okkur. Það allskyns hlutir að gerast. Þórhallur Ingi Jónsson sem lenti náttúrulega í einhverjum kaos áðan. Hvar sáum við hann, kæra fólk? Í 14. sæti. Hvar sáum við hann? Og núna er hann í 5. Hvað er að ske? Það fóru náttúrulega svo margir í pit, en hann þá á þá væntanlega eftir að fara í pit. Fáum pit upplýsingar upp á skjáin. Fáum þær. Það bull er í gangi. Þetta heitir öryggisbíll. Það er bullið sem er í gangi. Eitt sem er alveg öruggt. Ef að Þetta er Gunnlaugur kominn! Nei! Hann hefur bara skellt sér út í stillingu bara og náði í varaluti. Á daginn, ég er með þetta Formúlu 4 bíl. Ó, djús. Þetta var hann næst búinn að ná sér í fleiri varaluti. Hann skellti sér út í stillingu. Sem við sjáum þetta nefn á bílnum, náði sér í varaluti, splungun í framvangur, komin á bílinn og hann er komin inn í röðina í 16. sæti reyndar. Þá skulum við nú kíkja, sjáu þið, Sigurgeir Lúðvíksson situr núna í 1. sæti. Sigurgeir er mjög góður bílstjóri. Það kemur ekkert óvart að hann muni ná að halda honum Aroni hérna vel fyrir aftan sig.
Aron Breki einnig gríðarlega sterkur bílstjóri. Bjarni og Viktor, þetta er Þórhallur Ingi Jónsson í 5. Þorgils Árni Hjálmarsson í 7. sætinu. Þetta snýr öllu við. Þetta er eins og þessi öfug rásröð. Ég finnst þetta æðislegt. Herðu, Rúnar minn. Nei, þetta er Þorgils. Ætlar þú bara ekkert í pitt? Það er engin vængur á þér, sko. Hann er ekki með væng, hann hefur ekki hugmynd. Þorgils hefur ekki hugmynd að vænta vængin á bílnum hans. Hyggst þarna, nei, útsendingin heyrist vel í öllu og allt í orden, kæra fólk. Hvernig hafið þið? Það er ekkert kjötbolluflagg á honum, hann er bara, hann er nokkuð góður bara. Jæja, það er ennþá öryggisbíll í gangi hérna og við skulum fara niður listan og ég ætla að finna hérna eða öryggisbíllinn fyrir inn. Við verðum víst að fylgjast með því. Og það er komið grænt. Sigurgeir Lúðvíksson byrjar í 1. sætinu og tekur rásið. Æ! Aron Breki Valgeirsson bombar sér. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Hvað er að gerast hérna? Það er allt í kökuklessu hérna enn og aftur. Hvað? Ha? Við vorum að byrja keppni. Sjáuð þennan lista. Ég er að taka screenshot. Þetta er aldrei verið svona áður. Aldrei áður hefur við haldið keppni í Íslandsmeistaramótinu eða í Formúlu 4-deildinni eða neitt. Þar sem að ruglið hefur verið svona gríðarlegt á fyrstu hringjunum. Ég taka það sterklega fram fyrir einhver sem er að horfa þetta í fyrsta skipti. Þetta hefur aldrei verið svona áður. Aldrei. Það hefur aldrei gerst, ekki í síðustu 6 árin hjá okkur í einni einustu deild hefur kaosin verið svona sturlaður á fyrstu hringjunum. Það eru bara 7 hringir búnir og það eru fullt af bílum sem þurfa að fara í gegnum pittin eða viðgerðarsvæðið. Þetta er bara, þetta er sturlað, þetta hefur aldrei gerst. Hakk og spagetti, það er orðið.
Já, aðstofamaður minn Bjarni Jarl benti mér hér á að Viktor Smári Þórðarsson komin upp í 3. sæti sem upp 14 sæti, hvorki meira en minna. Bjarni Sigursson upp 9 sæti og Sigurgeir Lúðvíksson upp 6 sæti. Það allt sem gæti gerst hérna. Það staðan. Það nú staðan, en nú skulum við fara og skoða spám pittöfluna, já, mjög góð pæling. Hún poppar nú skildi kannski bara uppbyggt hjá hann. Þarna kemur hún. Við skulum fara og reyna að finna út. Þetta á hring 1, já. Horfum á Þorgils, þetta hringur 1. Þorgils snýr. Bíllinn í klessu, allt í klessu. Þetta eru menn sem að rétt sleppa í gegn, allir í klessu samt. Ragnar Þór hérna með ónýtt nef og rétt slefar í gegnum þetta allt saman. Hérna sjáum við Hinrik lenda í kökunni, hann flýgur hérna upp og yfir allt saman. Hérna sjáum við Gunnlaug, hann tekur deathkörp, dauðakörpið og snýst hérna út af. Svo það Aron Breki Valgeirsson sem gerði það sama, tók deathkörpið, rústaði sínu bíl og allir hérna hægja á sér og svo verður bara kaos og meiri kaos hérna. Herðu, meira að gerast það. Erum við komin í græn? Nei, það ennþá. Já, þetta hérna Gunnlaugur. Svo þegar hérna horfum á þetta einu sinni en Aron Breki missti bílinn sinn út af og hérna annar sem stýr fyrir aftan og svo Vigfús Haukur sem snýr. Það allt í ruglunni hérna. Ó, nei. Þetta hefur eins og ég segi, hefur aldrei verið svona áður hjá okkur í þessari deild. Kjötbolluhátíð bara mjög góð pæling, já. Það bara það sem við erum að horfa á hérna. Svona kjötbolluhátíð. Og Aron Breki að fara að keyra einhvern veginn í einhverju krabbastellingu. Ég veit ekki hvernig, sjáið þið, þetta magna. Það bara að keyra bílinn í slæti alla leið. Já. Ótrúlegir Það ótrúlegir hlutir búin að gerast þetta núna upp á síðkastið. Það nóg eftir þessari keppni, kæra fólk. Það allt sem getur gerst og ég sko, þegar ég sagðist vilja fá Gunnar Karl í vegginn þá myndi ég það, sko. Ég
ekki alla hina. Hvernig komst Gunnar í annað sætið? Hvað gerðist? Þetta verður áhugavert að sjá hvernig Eirísinn klárar að túlka þetta allt saman. Ég held að sé verið að hleypa einhverjum bílum fram úr núna. Mjög spes. Okay. Jæja. Núna eru ljósin á öryggsbílnum farin af og hérna sjáum við hann keyra inn í pit. Og þá hefst keppnin okkar aftur. Sigurgeir Lúðvíksson hér í fyrsta með Gunnar Karl á hælanum. Gunnar Karl er búinn að fara inn í pit. Er það ekki rétt hjá mér að Sigurgeir er það ekki. Og hér hefjum við keppnina aftur. Patrik Magnússon í 5. sæti og hvað er að gerast hér? Viktor Smári gerir sér líklegan. Læra hann Alex. Nei, það er Gunnar í vegginn. Gunnar Karl fyrir í vegginn. Ég trúi ekki að ég hafi séð að gerast. Og hver er þá í fyrsta sæti? Patrikur Magnússon í fyrsta. Alexander í 3. Bjarti Sigurðsson. Og hvar er Sigurgeir? Hákon Darri. Býttu, hvað gerist hérna? Nei. Nei, er það svoleiðis? Ég eiginlega trúi ekki því sem að ég sé gerast. Það er Sigurgeir Lúðvíksson sem missir bíli sem rekst utan í Gunnar Karl og verður til þess að allt fyrir klessu. Patrikur Magnússon og Þórhallur Ingi stinga sér þetta fram úr. Hvað gerir Þórhallur? Brottaði eitthvað, dekka eitthvað í Þórhallega? Hann fer bara beint áfram, missir af beygjunni og endar bara hér eitthvað lengst út af og fellur niður. Fíkt rugg sem er í gangi þetta kæra fólk. Þetta er algjörlega sturlað. Patrikur Magnússon í fyrsta sæti. Alexander Hauksson búinn að klessa hann. What? Hvað er... Þetta er þessi... Ég vona eiginlega ekki. Nei, nei. Þetta er nú að sjá Gunnar Karl limpa bílnum sínum aftur inn í pit. Bara skröltir á honum hérna í gegn. Þorgils fær á sig svart flagg hér. Þorgils missir bílinn sinn hérna. Og það er annar sem missir bílinn sem fyrir aftan hann og nei, þetta er kaos hér. Hún er ekki mikið að skemmtum. Ekki mikið að skemmtum þarna. Þetta Dagur Tumi, hann tekur körpið. Þetta körp er að jarða alla eins og þið sjáið. Það snúast allir alla daga stanslaust þegar þið hitta þetta körp. Ég veit ekki hvað er að ske hérna. Ég hef ekki séð svona áður, kæra fólk.
Hérna sjáum við Hákon Darra Jökuls vera í brjálari baráttu á Bjarna og hérna stingur hann sér fram úr. Hákon Darri Jökuls tekur hérna annað sætið af honum og hangir á því ennþá með Bjarna fyrir aftan sig. Patrekur Magnússon, Aðalbón Racing, situr í fyrsta sætinu. Gunnar Karl er öruggur. Það verður að viðkennast að Gunnar Karl er öruggur. Hann gæti bara að fara heim og sloppið. Býtum við, hvað var að gerast hér? Gunnar Karl að missa sig. Nei, við fengum að sjá þetta einu sinni gerast. Þetta er Gunnar Karl að klúðra algjörlega sjálfur. Þetta, já, við mistum ekki af þessu, Gunnar minn. Nei, þessi maður gerir sko aldrei mistök, en hérna er hann búinn að gera mistök. Ég er að segja ykkur að kæra fólk, ég hef aldrei séð Gunnar Karl klúðra. Aldrei! Nema þá bara á einhverjum æfingu þegar hann taka alla sénsana í heiminum. Hérna gerist það í Adelaide, Ástralíu, þar sem að allt getur gerst og ekkert er eins. Þetta er náttúrulega í Ástralíu, þar sem að allt er öfugt. Sem meikar bara, þetta er bara fullkomið. Það er bara mjög mikil skilningur hjá mér í því af hverju Ástralíu er hinum megin. Þetta er allt öfugt. Kunnlegur er heilum hringu eftir, frá 8. sæti munar hring á keppendum. Stórallur að skella sér upp í 4. Við erum að missa einhverju baráttu hérna út af einhverju blaðri og bulli. Það líka vantar hérna almennilega tíma hjá okkur og... Svona. Þetta er sko Aron Breki sem er í 10. sæti, beint fyrir aftan Þórhall í 4. sæti. Og hérna er Sigurgeir í 11. Þetta er Viktor Smári Þórðarsson á hvolfi. Þetta væri náttúrulega ekkert fyndið, þetta væri alveg bíl sko. Þetta væri bara akkurat ekki neitt fyndið. En þetta er bara bíl, þetta er meira bulli. Ég bara... Aldrei. Það hefur aldrei verið svona mikill kaos. Ég vil bara... Já, Hulda. Litla ástandið, maður. Þetta hefur aldrei verið svona áður. Þetta er ekki gott dæmi keppni hjá okkur. Alls ekki. Ekki að ég hef gaman að þessu, sko. Það er nóg að gera. Ég veit bara ekki alveg hvernig ég á að fylgjast með þessu alls saman. Þetta sjáum við Sigurgeir Lúðvíksson kominn á hælana og honum Aroni Breka þarf að vinna sig upp sæti. Gunnar Karl í 14. sæti með did not finish. Kæra fólk, þetta hefur aldrei gerst áður. Aldrei. Þetta sjáum við Sigurgeir, koma svo. Hvað? Bittu nú við. Hér er Vigfús Haukur Hauksson. Hann er fastur! Hann er fastur! Það er svoleiðis, kæra fólk! Hann er fastur upp á... Ég eiginlega trúi ekki sem ég er að sjá. Hitturinn er stöppufullur. Það eru 15 ringir búnir af 55 ringjunum. Hinrik segir þetta í chatinu, ég ætla að fara út úr pittunum og taka 10. sætið, já. Hinrik, sem er í 16. sætið núna, farðu og hirtu þetta bara, þetta er í boði, þú getur keyrt bara út og tekið allavega 11. Já, 12. sætið á hann á Vigfúsi. Þvílíkt og annað eins hef ég nú bara ekki séð hérna áður. Jæja, það var á Vigfús á móti Viktor Smára. Mistu af því þegar Aron Breki fór fram úr Viktor Smára. Það gerðum við. Skulum við sjá þegar Sigurgeir nær að tróða sér, þetta sýnist mér. Já, Sigurgeir, já, komið samhliða og komið fram úr. Og þá skulum við henda okkur og sjá þegar Aron Breki gerði nákvæmlega það sama hérna fyrir örstuttu síðan. Það er hérna Viktor Smári bara að losa sig við pressu fyrir aftur. Sjáu þið Sigurgeir, vel gert hjá honum að halda sér í ballans þarna.
hefur verið auðvelt að klúðra lífinu þarna. Sko, já, lífinu. Þórhallur þá í 4. sæti hérna í stórkostlegri sókn á Bjarna Sigurs. Það Patrekur Magnússon sem situr hérna í 1. sætinu. Við ætlum að henda okkur yfir á Þórhallur og sjá það. Og hérna tekur hann innri línuna og stingur sér á hann. Já. Bjarni Sigursson bara laufléttur, lætur þetta ekki fara illa með sig. Heldur sér bara beintur aftan hann. Þetta Arnar Kristjánsson. Hann núna með Viktor Smára í sigtinu. Viktor Smári hérna með nýjar merkingar á bílnum sínum. Hér Nei! Viktor Smári snýr! Viktor Smári snýr og hleypir Arnar Kristjáns bara fram úr. Það það bara fríkeipið hérna. Sundmeistarinn sjálfur. Patrekur Magnússon hérna í 1. sætinu, nokkuð öruggur með 11 sekúndur forskot á Hákon Darri Jökuls. Hákon Darri sem að byrjaði þessa keppni. Hvar byrjaði hann? 7 sætum neðar. Kæra fólk. Það allt sem að getur gerst. Og hvernig pitturinn okkar? Allir búinir að taka pittinn? Hvernig var staðan að því? Upp með þetta. Já, það allir. Það enginn hérna með 0 í fjöldi stoppa. Það allir keppendur eru búin að stoppa einu sinni allan í pittanum. Við erum nú litlar áhyggjur að hafa því, sko. Nú listi minn segir hér Ragnar gæti hafa krassað en hann að koma út á pittinum. En hérna endursýning á því þegar Viktor Smári misti sig. Sjáum við Vigfús á höttunum á eftir. Arnar gerir einhver örlítil mistök hérna, bremsar of seint. Rauðglóðandi bremsudiskar og Vigfús Haukur Hauksson að stinga sér fram úr. Svo það nú það sem aðstofamaðurinn minn var að minna mig á. Við kíktum á veðurspána áðan. Möguleikinn á rigningu hann leiðilega hár. Möguleikinn á rigningunni. Þannig að það gæti byrja að rigna á eftir, kæra fólk. Heyrðu, hvað? Patrekur lipur og léttur inn í gegn. Gaman að sjá bestu hringina hjá þeim hérna på töfluna. Patrekur sko. Leiftur snöggur. Besti hringurinn hjá Gunnari Karl 1.33. Það staðan? Við skulum fara yfir á þessa hérna konga.
Það Arnar Kristjánsson í sinni sókn. Koma svo. Herðu, hérna sjáum við Sigurgeir, koma svo, skiptu, já, Sigurgeir að nálgast Aron Breki á Bjarna Sigurs, öryggisbíll, þetta fór allt í rugl, hvað þetta, Sigurgeir Lúðvíksson hérna, hann í 9. sæti, Aron Breki í 8. sæti, mjög áhugavert, að muna hringa á þeim, nei, ég skil ekki. Jú, þetta meikir sér. Þannig Bjarni í 4. sæti hérna á undan þeim báðum, sko. Þarf einhvern veginn að berjast með þeim og í þeim. Þetta er mjög áhugavert. Núna Bjarni náttúrulega að tefja, sko, svaðalega fyrir Sigurgeir, en það ekki Bjarna vandamál. Bjarni gæti hleypt honum bara fram úr sér og verið laus við baráttuna því að Bjarni... Ok, ég held að Ragnar... Ragnar bankar þetta hans í vegginn! Bjarni í 4. sætinu. Það gæti verið besta sæti sem að Bjarni hafi lent í á tímabilinu. Og maður svo! Siggsúksa í 7. Mikið rétt. Mikið rétt. Aðalbón Racing Team segir jæja. Þetta sé liðstjórinn að vera með einhver svona jæja, komið gott að þessu. Siggsúksa Racing Team. Hérna, Dagur Tumi Guðmundsson. Þetta æðisleg tabla, kæra fólk. Það einhver nýr hlutur að gera þetta. Alexander Hauksson hérna í 5. Hindislegur. Bjarni Sigursson í 4. Þórhallur Ingi Jónsson, pappinnar Sunnu, þetta er hérna í 3. sæti. Það er Hákon Darri Jökulsson í 2. sæti. Þetta er náttúrulega stórfenglegt, en Þórhallur hérna rétt fyrir aftan hann, svo það er nú allt sem geti gerst hér. Herðu, mistja. Bara bím. Dagur Tumi missir bílinn sinn, 7. sætið. Nei, það er nú ennþá öruggt. Hann náði að halda því. Þangað til hann fór í pitinn. Þar fór það. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson hérna sem kemur og hirðir af honum. Aron Breki einnig. En Aron Breki með Sigurgeir Lúðvíksson á hælunum á sér. Ég er að heyra það að Alexander Hauksson sé 2 sekúndum hraðari heldur en Bjarni. Allan sekundur hraðari heldur en Bjarni Sigursson á hverjum einasta ring. Sjáu þið. Nei, hann er bara að missa hann. Nei, ok, þetta slapp. Vá. Ég var að fara yfir. Ég held að Aron Breki væri að fara í vegginn að það. En það er sem allar líkur á því að Alexander sé að fara að ná eftir smá stund. En hvað gerist hér? Er það Sigurgeir að stinga sig fram með Arni Breka? Nei, hann sýnir sig vel. Nær að halda ytri línu hérna og Aron Breki er hægra megin við hann, tilbúinn til að gera hvað. Getur ekkert gert. Eða hvað? Út. Sjáum hvað gerist. Sigurgeir Lúðvíksson grjótharður í baráttinu við Aron Breki og nær að stinga sig fram úr. Aron Breki núna beint fyrir aftan Sigurgeir og ætlar ekki að sleppa honum burtu frá sér. Iðulega verið mjög góð kappastur í kringum þessa ringi. Koma svo, Hákon, náðu Patrikur, dundraði vekk. Eitthvað, setið allt í uppnám, breytið öllu saman. Það var búið að spá fyrir það að þessi keppni yrði svaðaleg. Þessi körp. Býttu nú við. Þórhallur
búinn að soga sig algjörlega ofan í Hákon Darra en að sjáu þið drenginn, pappinnar Sunnu mættur í fætið, velkomin. Þorgils að krassa. Hvað gerir Þórhallur hér? Stingur sér á innri. Hákon gefur og skilur þetta pláss fyrir hann og Þórhallur virðist ótrúlega hraður hérna með að við skil ekki hvernig hann tók svo mikið innri línu heldur en Hákon gerir. En Hákon virkilega vel gert hjá honum, nær að halda þessu. Örugglega gert hjá Hákon. Hákon í baráttu annað sæti hérna. Ég verð ekkert eftir og núna Alexander mættur í stuðarana á Bjarna Sigurs. Svo það líka bara þetta hér. Við erum að fylgjast með öllu saman gerast. Ætlum við ekki að missa neinu. Þórhallur Ingi, Alexander, Þórhallur. Alexander, hvað gerir hann? Rétt við hliðina á honum. Þórhallur. Sjáu þið Þórhallur, hann að reyna að setja alla pressu sem til Öll pressan sett á koma svo Þórhallur. Sjáu þið drenginn. Viktor Smári að setja sinn besta ring á 25. ringnum. Það góðs viti. Sjáu þið drenginn, þetta með rauðglóðandi bremsundar inn í síðustu beina faraður og inn á beinakaflan. Þórhallur Ingi búinn að vera að vinna í því statt á stöðu síðustu ringi að soga svo ofan í hann Hákon Darra og hérna er þeir að fara yfir dauða körpið, þetta dauða kantinn. Svo ætlum að kalla hann á glimrandi góður í íslensku. Glimrandi. Koma svo, ég held eitthvað bara, ég held að vera í kaos og bara gerast. Það kjötbolluflagg á Arnar, það kjötbolluflagg á Dag, Ragnar, Þorgils og Gunnar Karl. Þeir allir í klessu. Henrik may have crashed. Sjáum hvað gerðist. Hann virðist nú vera búinn að því löngu áður. Bíllinn hans hérna í klessu. Og hér er Þórhallur Ingi. Nú að reyna fram með östur, tekur undir over eða over undir yfir undir hérna, ekki fara aftan á hann alls ekki, allir rólegir. Ég er alveg rólegur, ég er ekkert að svitna óðurlega mikið. Nei, ekkert svoleiðis, what? Og enn og aftur komum við inn á beinakaflan. Og dauðakanturinn er næstur. Hvað gerist? Ég held að sé báðir í lagi hérna yfir. Þórhallur virðist hafa grætt talsvert á Hákon. Kemur á talsvert meiri hraða hérna inn. Nær að stinga sér á ytri. Þetta hefur séð oft áður með rauðglóðandi bremsuklausan í þetta skipti. Nær Þórhallur að koma sér örlítið lengra fyrir framan Hákon en áætlað var. Og Hákon fyrir fram. Hver er þarna? Þarna er bíll bara búinn að parkera. Þetta myndi vera Henrik Haraldsson. Bara búinn að leggja sínum. Þórhallur Ingi og Hákon ennþá í grimmri baráttu og Hákon ekki búinn að gefa neitt eftir. Woo! Ég elska þetta. Það er það sem ég geri. Hákon, Þórhallur setur alla pressu sem til Þeir snertast. Þórhallur fer vel vítt. Þetta er heitasta baráttan. Erþór segir þetta var nú meira ruglið. Mögulega, ég veit ekkert hvað þú ert að tala um en hvað á þessu var rugl? Hvað? Wow. Þórhallur Ingi, koma svo.
27 hringir af 55. Já, það var Ragnar, sætlertu. Oh my god. Þórhallur. Dup. Pappennar sunnu. Nei, Hákon, hvað gerist? Hvað gerðist? Sjáu þið hver finnur þefinn. Gunnlaugur Ásgrímsson á meðana. Þórhallur Ingi Jónsson að stinga sig fram úr Hákon. Loksins eftir mikla baráttuna. Hákon, hann ekki búinn að gefast upp. Ó nei, þetta ekki búið ennþá. Með rauðglóti bremsur enn og aftur stingar hann sér á eftir Þórhalli. Það er öfugt reyndar. Jæja, allan að ég reyndi að segja töff. Það passa ekki. Jæja, áframgak. Þórhallur Ingi Jónsson eða. Koma svo, Pappennar sunnu í öðru sæti. Þetta er það sem við vildum sjá. En fyrir ykkur öll sem að haldi með Þórhalli ætla ég að svekka ykkur. Núna er ég búinn að skipta lið. Ég held með Hákoni að því að Hákoni er fyrir í 3. Ég vil bara góða útsendingu sko og spennandi kapastur. Það er eina sem skiptir mig málið hérna núna. Hákon. Dup. Náðunum. Hákon virðist í stökustu vandræði með að haldi í Þórhall. Það verður bara viðurkennast. Alexander Hauksson er búinn að koma sér fram úr Bjarna og er komin núna 5 sekúndum undan. Alexander Hauksson að keyra algjörlega frábærlega í dag. Virðist ekki hafa gleymt að æfa sig á þessari braut. Alls ekki. Enda bara með frábæran tíma hérna sem besta ring. Nei, ég ætlaði ekkert að slökkva einu að nennu. Herðu, þá er það bara Patrik Magnússon sem við ætlum að kíkja á hér. Leiðir þessa keppni. Hérna er Hinrikur. Hérna er Hinrik með ramskakt stýri. Og hérna er Hinrik ennþá með ramskakt stýri. Hér er Dagur Tumi að koma út úr pittinum. Ekki er Hinrik ennþá bara að keyra með ramskakt stýri. Jú. Hinrik er bara í því. Það voru 9 mínútur í viðgerð á Hinrik áðan. Og í staðinn fyrir áhugavert, nú munum við sjá Hinrik hoppa upp listan. Hann þarf að fara að ná þeim sem eru fyrir framan hjá honum. En ef ég setja á Hinrik er bara að hleypa öllum fram úr í rólegheitunum og hoppar upp listana því að Ragnar Þór, Arnar Kristjáns, Rúnar Freyr Þorgils, þetta er allt strákar sem eru bara out. Það er svoleiðis. Jæja, Hákon. Sýnd okkur listir. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna rétt fyrir aftan. Viktor Smára fyrir fram að sig. Þetta var nú meira grillið, gírskiptingarnar hættu að virka og stýrið disconnectaðist og bíllinn er ónýtur og ekki hægt að laga. Samt skemmtilegasta braut sem þau hefur keyrt, já það er mjög áhugavert. Þú ert jákvæður allan, ég kann að meta það. Jákvæðnin skiptir miklu máli. Það er alltaf eitthvað mesta rugl sem ég hef séð sko. Þetta lítur svolítið svona út eins og við höfum aldrei keyrt í töluleika áður og við veitum ekkert hvað við höfum að gera, en þetta eins og ég segi, þetta er vanalega ekki svona. Þið getið séð allar aðra keppnir í þessari deild. Þetta er allt talsvert snyrtilegra og flottara heldur en þetta. Hákon Darri í 3. sætinu. Gunnlaugur í 7. sæti, heilum hringa eftir. Hvar er Alexander? Þetta er Dagur, hér er Aron Breki í 8. sæti. Það meikar ekkert sens á þessum lista. Hérna er Alexander Hauksson, einhvers var allt annars þar út í braut. En hann er þó í 4. sæti.
Það virðist bara alltaf að vera sól hjá okkur. Það virðist ekki stefna í neina rigningu, allan ekki á næstunni. Það er allt sem geti gerst samt, þetta er iRacing. Það getur byrjað að rigna hvernig sem er. En við erum hins vegar í Ástralíu og það er ekki mikla líkur á því, held ég, að byrja að rigna svona upp úr þurru núna. Meðan við útlitið á veðri þá mun það ekki gerast. Og ef svo er, þá held ég að það verði ansi lítið. Þorgils. Tekur hérna smá snúning. Æjæ. Keyrir svo vegg þarna. Þetta er svona í miður, þá bara er þetta í beinni útsendingununa fyrir þig, kallið minn. Og hér er Patrikur. Hér er Hinrik. Hann er stanslaust að fá svona, gæti að hafa krassað, af því hann er alltaf að fara svo hægt. Hérna er Þorgils að fara fram úr Ragnar, á meðan að Ragnar voru í pittinum. Sjáu Þorgils hendi sér yfir að hægri, hleypi Patriki vel og vandlega hérna fram úr sér. Gjör svo vel, kallið minn. Nei! Þórhallur Ingi Jónsson í öðru sæti hér að taka hraðasta hringinn til sín. Hann var engin auka stig fyrir það að fá. Dagur Tumi að fá sér svart flagg. Aðeins og mörg atvikastig. Hún að taka akstur í gegnum pittin. Já, það er ekki þétt setið í augnablikinu. Ef að reglur myndi nú leyfa þá myndi ég nú bara setja út öryggsbíl núna, sko. Ég myndi bara afsakið. Staða keppenda Gunnar Karl Vignisson er í 16. sæti. Hann er þá að fara að fá einhver örfá stig fyrir þetta. Hákon Darri er að fara að fá slatta af stigum. Patrikur, hann er þá að fara að hoppa hérna fram úr húnum Gunnlaugi. Ég er samt að skoða þetta, ég er að skoða mrt9.com. Þetta getið séð niðurstöður fyrri umferða hjá okkur og núverandi umferða og allskís bara. Þetta er frábær vefsíða með upplýsingar það sem að bæði hefur gerst, stig liða og keppenda og svo líka bara möguleikar. Hvað gæti skeð? Það er ýmislegt skemmtilegt hérna og hérna erum við að sjá Sigurgeir Lúðvíksson sem er núna í 7. sæti. Ekki bara að rigna mikið af stigum inn fyrir það. Þórhallur Ingsar í 3. Hann gæti verið að taka. Nei, hann er ekki það langt á undan Hákoni. Hann er eins og að stinga Hákon af núna. Af hverju það? Hvað kom fyrir Hákon? Er Hákon allt í einu 7 sekúndum eftir Þórhall. Það var bara rétt fyrir aftan nú. Ég er ekkert á pöflunni á mér sem að lýsir þessu neitt, þannig að það er ekkert sem ég get smelt á í augnablikinu til að sýna ykkur neitt.
Ég kom með skilaboð frá honum Gunnari Karl eftir að hafa lent í árekstinum þarna áðan þá fekk hann er búinn að lenda í 2 árekstrum og í seinna skiptið fekk hann bara við getum ekki lagað skemmdir á bílnum þar sem það er ekki fljót viðgerð í boði fyrir hann það voru þetta ekki hæbrinn yfir en já, fyrst það er ekki fleiri skemmdir í þá bara er ekki hægt þetta er búið og keppnistjóri eða liðstjóri hans inn í iRacing sagði bara þetta er búið og mikið af skemmdum við munum ekki ná að laga bílinn Ætti byrjaði að rigna það er ekki með ólíklegt það gæti mjög bara 22:45 í in-game það er eftir 45 mínútur það gæti byrjað að rigna við sjáum það að veðrið hefur breyst ef við horfum hérna upp í skíin hjá okkur og sjáum það að veðrið er örlítið búið að breytast það er ekki allavega jafn sólríkt og fallegt og það var þetta rétt á hann svo möguleikin á því að það byrja að rigna núna alveg í blá lokin á þessari keppni er að aukast alveg talsvert Sigurgeir Lúðvíksson hérna rétt fyrir aftan Gunnlaug Ásgrímsson hann er nú spurning hvort að Hákon geti grætt eitthvað á því hérna gætu mögulega verið Hákon Darri gæti verið bara búin að sætta sig við 3. sætið Patrekur Magnússon er búin að rústa bílnum sínum og keyrir hérna beint í vegginn fyrir framan okkur og sjáuðu hver tekur 1. sætið sjáuðu það Minn maður Þórhallur Ingi Jónsson pappinnar Sunnu tekur 1. sætið Patrekur Magnússon fær á sig kjötbolluflagg og er að missa fram úr sér flóruna af bílum Patrekur Magnússon í vegginn Hvað gerðist? Hér gerðist það Þarna snýst hann spólaði tilbaka kíkjum á þetta betur Kim það er dauðakörpið sem tekur hann út og hann smellir í vegginn Handónýtur staulast þetta í pittin í 3. sætinu Aron Breki kemur rjúkandi þetta fram úr hennum og tekar honum allan 1 hring og í 1. sæti er Þórhallur Ingi Jónsson kominn Ég bara gæti ekki verið glaðar í augnablikinu kæra fólk þegar ég hélt að þessi keppni væri búin ég hélt hún væri dauð ég hélt að það er ekki gaman næstu 20 hringi og hér með breytist allt saman heldur betur Þórhallur Ingi Jónsson kominn upp í 1. sæti og hvað er að gerast hér? Hér er Viktor Smári Þórðarsson í 10. sæti að klóra sig upp listan Patrekur samt með forskoti sem hann var með þá náði hann að skella sér bara koma sér út úr pittinum í 4. sæti núna er hann, býttu það er svoleiðis hann náði að laga bílinn sinn en nú þarf Patrekur að taka akstur í gegnum pittin hann er komið það mörg atvikastig Já, kæra fólk, hann er komið það mörg atvikastig hann fikk svart flagg svo hann er bara hann er ekki að fara að halda 4. sætinu Bjarni Sigurðsson og mögulega Gunnlaugur Ásgrímsson er að fara að ná að stinga sér fram úr hennum og Þórhallur Ingi Jónsson er mættur í 1. sætið Pappinnar Sunnu Láttu körpinn í frið varlega Taktu sigur Dagur Tumi Guðmundsson í 11. hér Þorgils Árni Hjálmarsson í baráttu við annar reyna á hennum og hér er Hákon Darri Gunnlaugur er á harða sprettinum á eftirnum og Gunnlaugur má alveg reyna að tróða sig fram úr Hákoni þó að hann sé hringjum undan það skiptir engu máli Þorgils slær hérna vel af hann er sko ekki að valda vandræðum hér í þessari baráttu Sigurgeir Lúðvíksson finnur lykt af mistökum
Þorgils virkilega snuttilegur hérna, hleypi bara vel fram úr sér, burt með ykkur strákar, látið mig í friði. Patrekur Magnússon er komin inn í pit, nær að hreinsa af sér flaggið, er hérna að koma út úr pittinum og er einhver að fara að ná honum. Nei, Gunnar Karl hérna ennþá alveg í skralli, elsku kallinn, kemur ekki út úr þessum pitti. Þorvaldur í fyrsta. Hver er lagður hérna? Þetta er Hinrik Haraldsson. Hann er komin upp í 15. sæti. 21 ring á eftir fyrsta sætinu. Hér er Alexander Hauksson í 3. sæti. Þórhallur Ingi Jónsson og Hákon Darri Jökuls og Alexander Hauksson í 1, 2 og 3. Þetta hefur aldrei sést hérna áður. Yndislega braut. Yndislega braut. Nýir hlutir að gerast. Gunnar Karl með kjötbolluflagg í pitinum. Já, sorry Gunnar minn. Sorry, ég hafði gaman að því að þú klúðrar. En þú veist, hvað var maður að gera? Það er bara að þú vinnur allt. Það er gaman þegar þú gerir það ekki. Jæja, Gunnlaugur. Koma svo, rallymeistarinn, samlokameistarinn sjálfur. Sjá. Hákon Darri í öðru sæti með meistarinn á eftir sér. Og Sigurgeir Lúðvíksson, þeir eru í sin eigin baráttu. Ef að Hákon Darri sér ekki fært að ná Þórhalli, þá getur hann alveg eins farið að valda honum hérna Gunnli. Einhverjum vandræðum, það getur alveg eins að vera að gera það bara. Þannig að spurning hvort hann gerir það. Virðist nú alltaf að halda góðum dampi hérna samt. En Sigurgeir nálgast líka, Sigurgeir nálgast rætt. Hann er komin algjörlega í diffuser plötundar hérna. Sjáu þessa braut, það eru veggir allstar. Brautin er óslétt. Hvað sagði hann? Eitthvað P1. Sjáu þið, Sigurgeir. Komið samlega. Kemur sér samlega. Ó, þeir eru að fykta í hverjum. Hann er að gillan. Gillan ætla ég að segja. Ekki gilla. Ekki hvað það er. Patrekur gerir sig líklega neitt hérna aðeins ofar listan til þess að éta Bjarta Sigurðsson. Bjarni virðist vera samkvæmt tímanum allavega eiturharður. Hvað gerir Sigurgeir hérna? Hann sogar sig upp að rallymeistaranum. Gerir ekki neitt, þá kíkjum við yfir á Patrek sem stingur nefinu út, tekur innri línuna, Bjarni skilur hann eftir galopna og Patrekur hirðir þetta á honum. Virkilega snirtilega og vel gert. Þá er spurning, hvað gerir Sigurgeir hérna í 7. sætinu, baráttunum 7. sætið. 41 ringur af 55 ringjum búnir. Þetta er ekki búið, þetta er svo langt frá því að vera búið. Taktík hjá Hákonni, hann hægir á Gulla fyrir Sigurgeir. Ég myndi segja að hann sé nákvæmlega sem er að gerast og það er það sem að Sigurgeir er að gera. Hann er að stinga sér fram úr. Þetta er liðsheild. Þorgils að fá bara disqualified, hann var rekinn úr keppni. Þetta mun gera Hinriki kleift að stinga sér fram úr Arnari og Þorgils og hirða 12. sætið af Þorgils. Núna er Gunnlaugur fyrir aftan Sigurgeir. Virtist nú ekki vera samt sem svo að Hákon væri verulega að hægja á Gunnlaugi. Ég get nú ekki sagt það. En hann var alltaf ekki að gera þetta auðvelt fyrir Gunnlaug. Það er oft nóg bara að hafa bíl fyrir framan sig. Bara að hafa hann þarna. Það er nóg truflun.
Þórhallur búinn að mynda mjög gott forskot þetta, skulum sjá hérna síðasta ringi á hann 1.19 á meðan að Hákon að taka 1.20, hann svona hálfri segundu hann hraðari og besti ringur 1.19.2 á móti 1.19.9 Þórhallur ringi með afburða góðan tíma hérna. Sjáu þið overliðið, það það niðrið að mert fjólublátt við Gunnar Karl. Það eins og overliðið haldi bara, það alltaf þessi gæði sem er með fjólublátt. Ég ætla að setja fjólublátt á hann aftur. En hann með 33, ég veit ekki hvaða rugg það samt. Hver besti tíminn á Gunnari Karl? Já. Besti tíminn á hann er 1.33. Það bara máli. Okkur hann með fjólublátt. Þetta skil ég ekki. Nær yngri átt, kæra fólk, hvað að gera þetta? Bara nær yngri átt, en allavega hann nær svo sem heldur yngri átt að Gunnar Karl hafi gert mistök. Þessi maður gerir aldrei mistök. Við höfum aldrei séð hann gera mistök. Allavega ekki í beinni útsendingu. Við sáum það gerast vel og vandlega hérna áðan. Vel og vandlega. Þórhallur Ingi Jónsson, pappina Sunnu, komin upp í fyrsta sæti. Dagur skellir sér inn í pit og reynir að reynsa af sér sitt kjötpóluflagg. En þá spurning, nær hann það eða hann komið með það sama og Gunnar Karl? Við getum ekki laga bílið þinn neitt meira. Já, mér sýnist að vera svo. Hvað segir í dagur? Hákon hérna, léttur og lipur. Dagur Tumi lætur toga sig inn í pit. Hvað gerir það fyrir Hinrik? Hinrik Haraldsson? Hinrik hóf keppni í 15. sæti. Hann kominn í 13. núna, þannig að hann að standa sig betur. Þráttur að hafa eyðilagt bílinn sinn og bílinn hans í klessu núna. Hann muni verið í 9 mínútur að gera við bílinn sinn. Þá sleppti hann bara að gera við bílinn sinn. Fór bara út á honum í klessu. Og að pikka upp sæti núna. Ég heyri það að Gunnlaugur hafi snúið bílnum sinum hér. Og þó, nei. Jú, hér snýr hann! Gunnlaugur snýr! Sjensin í honum. Fjarlæðist gríðarlega þarna. Aron Breki þá kominn í sókn á hann en það dugur ekki fyrir Aron Breka og Sigurgeir kominn langt í burtu nokkuð öruggur nú er stórt bil á milli allra keppendana hérna 10 ringir eftir, kæra fólk. Dagur Tumi með did not finish eða kláraði ekki keppni. Þorgils einnig. Arnar Kristjánsson kláraði ekki keppni. Ragnar Þór klárar ekki keppni. Gunnar Karl klárar ekki keppni. Og Rúnar Freyr Einarsson klárar ekki keppni. Vigfús Haukur að fá þessi kjötpóluflagg. Verður svo áhugavert að sjá hvað Hinrik endar. Hinrik að fara að ná 10. sætinu eða það að fara að gerast bara? Gæti það gerst? Mikið ofboðslega væri það gaman fyrir Hinrik að hafa æft sig ekki neitt fyrir þessa keppni.
Og hann sko ekki að fara að valda neinum vandræðum. Ó nei, það ætlar hann ekki að gera. Herðu, Gunnlaugur! Gunnlaugur! Hvað kom fyrir hjá Gunnlánum mínum? Ekki, þarna var það. Það er fyrsta beygjan. Eins og svo margir aðrir hafa lent í. Hún er það á það til að jarða menn og Gunnlaugur, Ó nei, og hvað gerir Aron Breki? Aron Breki fær í þetta líka krass, snýr sér í hring. Það er alltaf einhver. Þetta nú, hver er Alexander hérna snýst? Gunnlaugur hérna með handón í dekk. Alexander er í 4. sæti. Hver er að koma hér? Alexander næstu því. Keyrir í veg fyrir Aron Breka. Áttaði sig á því hvað var að gerast og náði að bjarga þessu. Patrik Magnússon. Nei, og núna er Alexander fastur upp á kantinum. Ég trúi þess ekki, Vigfús Haukur komið fram úr. Alexander situr hérna fastur upp á körf, lætur senda sig inn í pittinn til þess að fá viðgerðir. Það er alltaf breytið það. Hvað er að gerast? Þetta er alltaf eitthvað svaðalegasta dæmi sem ég hef séð. Hákon Darri er núna fyrir aftan Sigurgeir. Það gerðist eitthvað þar líka. Hákon hefur mist bílinn sinn líka. Hvað gerðist það? Þessi braut sko. Það hlýtur eitthvað að gerst. Hákon hefur bara hleypt honum fram úr. Hann er bara kannski hraðari og Hákon hugsaði bara farðu, ég er ekki að ráða við pressuna. Gjörðu svo vel. Já, hann beygir vist seint inn í fyrstu beygju. Eitthvað smeykur sér væntanlega að það er gult flagg framundan og fer rólega þar inn. Jæja, Gunnlaugur er búinn að reynsa sitt svarta flagg. Viktor Smári hérna að missa. Bremsar allt of seint. Gunnar Karl hérna ennþá inn í pitt í hakki. Vigfús Haukur komin inn í pitt. Hann er ekkert komin inn í pitt. Þórhallur hér í fyrsta sætinu. Bjarni Sigurðsson í 4. Þetta er rétt fyrir framan hann. Skrítið á það hljómar. Þetta hérna er maðurinn sem við erum. Ég held svo mikið með hann. Ég trúi ekki að þetta sé að fara að gerast. Ég trúi ekki að draumar mínu sé að fara að rætast. Shamley sem að myndi vera Gunnlaugur Ásgrímsson. Too much damage. We are done. Bjarni, já, vel gert hjá Bjarna. Ekki að valda sér neinu vandræðum hérna. Hákon Darri í öðru. Patrikur Magnússon í 3. Spáið því, Patrikur leiddi þessa keppni langleiðina. Það hefur aldrei verið svona mikil kaos hjá okkur í keppni. Það er Arnar Már og Gunnlaugur sem er að peppa Vincent Bjarna Sigurðsson í bláa stjarnan. En það væri þetta hans besta niðurstaða held ég hingað til í 4. sætið. Það væri yndislegt ef að Bjarni myndi nú ná að læsa þetta bara inni.
sem að mér sýnist bara ekki vera mikið mál. Sigurgeir Lúðvíksson er einna nokkuð langt eftir honum en Hákon er bara að hleypa honum fram úr, gjör svo vel því að Hákon er sætum og undan honum. Það er sennilega málið, hann er bara hleypt honum fram úr, bara gangi er vel vinnur, reynda að ná honum. Það eru 7 sekúndur sem að aðskilja þessa drengi. Viktor Smári fara fram úr Gunnlaugi. Gunnlaugur er komin inn í pit, já. Hægt að setja á hann einu sinni. Kann að meta Gunnar, sko, hann er í pittinum og við getum kíkt á hann reglulega, sko. Kann að meta það. Alexander Hauksson er búinn að vera í æpandi sókn á Aron Breka, svo nú allir séns á að eitthvað gerist hér. Við skulum sjá síðasta hringhjásinn 5. Sjáuði Alexander Hauksson talsvert hraðskreiðari heldur en Aron Breki. Talsvert. Aron Breki er þetta var rétt fyrir aftan. Er Aron Breki með einhverja skemmtir á bílnum sínum? Nei, Aron Breki er bara óvanur þessari braut. Aron Breki, eins og ég sagði gráðan í byrjun á þessari streymi, var ekki búinn að æfa sig neitt. Hann er bara búinn að vera að vinna á fullu. Svo hann er núna fyrst að ná að æfa sig eitthvað örlítið rétt fyrir keppni. En Alexander Hauksson, hann eins og var búinn að æfa sig eitthvað meira og er á fleyferð. Hinrik Haraldsson að skella sér upp í 12. sæti núna fram úr Þorgils. Ég vil ítreka það við ykkur að Hinrik Haraldsson er á handónýtum bíl. Þess að sjá, hann keyrir hann hérna með skakt stýrið þegar hann er að keyra beint. Hann er bara að hleypa fram úr sér þeim sem hann langar. Ekkert vesen með það. Gjör svo vel, vinnur. Svo trítlar hann bara upp listan fram úr öllum þeim sem hafa ekki náð að laga bílinn sinn. Hinrik og strategínar hans eru yndislegar. Langbest. Þá skulum við kíkja á Alexander sem er ennþá og höttur eftir Aron Breki og hérna finnst hann alltaf að koma sér í góða sókn á hann. Aron Breki passar vel innri línuna. En Alexander ná nú ekki að stinga sig þar. Alexander reynir slær af hérna meðan hann snertir körpinn, veit nákvæmlega hvar þið eru, ótrúlega beitt og hættuleg. Og núna er hann að soga sig ofan í Aron, situr inn í kjölsóin á honum. Og nær hann að toga sig ofan í hann. Nei, ekki hér. En missar hann ekkert frá sér. Aron Breki lokar innri línunni. Alexander klístraður ofan í hann, byrjar að gilla diffuser plötuðan hjá honum. Hvað er að kalla diffuser plötur á íslensku? Vindskiftana. Byrjar að fikta í vindskiptum. Vindskiptum. Gil. Benni er ánægður með þulinn. Þakkaði fyrir Benni minn. Benni minn segi ég og ég veit ekki hvað Benni þetta er, sko. Það er alveg á hreinu. En gaman að sjá þig, Benni minn. Tveir hringir eftir af þessari keppni og Sigurgeir er örlítið að sækja á Bjarna Sigurs. Er að heita Bjarni Jarl Sigurs og svo er það Bjarni Sigurs. Þannig að þess vegna er ég að rugglast. Bjarni Jarl er bara ekki hér í þessari deild. Hann er vanur að keppa með okkur en í augnablikinu er hann aðstoðamaður minn í eyranu. Þannig að það er alltaf skrítið í sig alltaf að tala um hann. En já, hann er ekki að keppa. Hann er í eyranu og mér Alexander Hauksson í þessari örlítið að sóa sér nætt. Sjáu Sigurgeir, komin í eina kom eitthvað smá. Hann er að sækja á Bjarna, þannig að þetta gæti gerst. Þetta gæti vel gerst. Ég er allavega tilbúinn að taka hann Alexander Hauksson örlítið byrjar að fytla hérna í
loftskipti plötunum sem að eru aftan á hann Aron Breka. Það gengur ekki, loftskipti plötur er ekki nógu gott. Þetta er körpið, þetta er dauða körpið okkar. Alexander Talsett þræður og Alexander hendi sér og nær innri línunni núna. Aron Breki þarf að hafa ytri línu sem er verri en Aron Breki er hraður og fær innri hér og það er ástæðan fyrir hann hékk á þessu. Og sjá, wow, þetta gerðist aldeilis hratt. Þetta gerðist aldeilis hratt. Við skulum fá endursýningu af þessu og meðan við getum. Hvað gerir Bjarni? Bjarni bremsar allt of seint sem gefur Sigurgeir gríðarlega gott tækifæri til að stinga sér fram úr og fylgir þar Hákon Darri Jökulsson. Og hvað er hann Hákon að gera? Nei, Alexander segir já og hérna gerir hann það. Hann kemur sér fram úr. Þráðbeinni útsendingun er Alexander að stinga sér fram úr Aron Breka. Og Alexander í vegginn! Alexander beint í vegginn! Ég trúi ekki að ég sé þetta gerast! Ég trúi ekki að ég sé þetta gerast og Aron Breki með smá skemmtir framan á vængnum sínu. Hann er alltaf krumpaður nefist eins og bulldog. Alexander Hauksson að missa frá sér fullt af stigum eftir gríðarlega glæsilega barátt við Aron Breka. Missir bílinn. Lét sig hverfa af brautinni eldsnöggur. Þetta var vont að sjá. Minn maður með GT Akademíu logoið beint í vegginn. Við förum inn á síðasta hringinn og þá skulum við kíkja yfir á minn allra besta Þórhall Ingi Jónsson sem er að sigra þessa keppni. Patrik Magnússon kom með kjötbolluflagg. Hvað gerði Patrik? Hvað gerist hér? Býttu nú, hann var í loftinu þegar við skiptum yfir. Hvað gerist? Viktor Smári víkur fyrir hann til hægri. Patrikur slæri. Þetta er netcode. Það er netcode sem að veldur þessu. Það var ekkert að skefa. Þetta mun samt gefa Patrik í refsingu. Hann mun ekki, en hann 36 sekundur, nei, hann mun ekki vera svo leiðist, hann mun ekki vera svo mikið. Hann mun sleppa, hann mun halda þriðjasætinu, það er Þórhall Ingi Jónsson. Þórhall Ingi Jónsson. Ég verður að fara að taka sinn fyrsta sigur í Formúlu 4 deildinni. Fyrr og síðar. Pappinnar Sunnu í fyrsta sæti. Já, hérna kemur hann yfir mína línu. Þetta er ekki þinn maður, þetta er okkar maður, Hulda, okkar maður. Þórhallur Ingi Jónsson í fyrsta sæti. Og í öðru sæti er Hákon Darri Jökulsson. Yes! Patrikur Magnússon í því þriðja, virkilega vel gerst. Og Sigurgeir Lúðvíksson í wow! Já, þetta var Hákon Bjarni Sigurðsson í fimmta sæti. Og Aron Breki Valgeirsson er í sjötta sætinu. En ég verð Bjarni í fimmta. Alexander Hauksson því miður eins og staðurinn núna í sjöunda sæti. Viktor Smári veflust að fara að trítlæta framúrunum. Hvað er Viktor? Halló? Þetta er Viktor. Viktor Smári hérna. Bara að koma sér yfir línuna. Hvar er Hinrik? Hvar er Hinrik? Er Hinrik að fara að pikka upp fullt af sætum núna? Viktor Smári hendur sér upp í sjöunda sæti, tekur sæti af Alexander. Nei, sparkaðist aftur tilbaka. Þeir eru báðir í áttunda núna. Hvernig getur það staðist? Það stendur 8-8. Það getur ekki verið. Það er enginn í sjöunda sæti. Mjög áhugavert. Mjög áhugavert. Hinrik, hvar endar hann? Hvar endar Hinrik? Náði hann ekki? Hann er einum hring frá Dag Tuma. Hann er 2 hringjum frá Gulla. Og hann er 4 hringjum frá Vigfús. Það hefði mögulega getað náð þeim. Það hefði verið svaðalegt. Vá!
Þetta var náttúrulega einhver svaðalegasta umferð af motorsport hermikapastri sem við höfum séð. Þórhallur Ingi Jónsson tekur fyrsta sætið. Það var trónað þarna í fyrsta sæti í 20 hringi en Patrik Magnússon, hann hékk í fyrsta sætinu í 26 hringi en tekur þriðja sætið. Hákon Darri tekur annað sætið. Sigurgeir Lúðvíksson í fjórða. Fallega fyrsta, annað, þriðja. Þórhallur Ingi, Hákon og svo Patrikur. Fallegt er það maður. Sigurgeir Lúðvíksson í fjórða. Bjarni Sigurðsson í fimmta. Aron Breki Valgeirsson í sjötta. Í sjöunda sæti virðist hafa sloppið inn Alexander Hauksson. Það stendur satt 8 þarna. Ég veit ekki alveg af hverju það er en það er bara eins og það er. Viktor Smári Þórðarsson tekur 8. sætið. Vigfús Haukur Hauksson tekur 9. Og rallymeistarinn Gunnlaugur Ásgrímsson, samlokumeistarinn líka, tekur 10. Dagur Tumi Guðmundsson í 11. sæti, Hinrik Haraldsson í 12. Þorgils Árni Hjálmarsson í 13. sæti. Í 14. sæti situr Arnar Kristjánsson, svo Ragnar Þór. Gunnar Karl Vignisson, sem vanalega er lang efstur á listanum, var í fyrsta sæti í 2 hringi, situr núna í 16. sæti. Fyrsta skipti sem við séum mistök frá þessum dreng. Og svo er það Rúnar Freyr Einarsson í 17. sætinu. Já! Það er möguleiki að við séum að fá niðurstöðunar hérna úr deildinni, allavega sko, það sem við myndum kalla óstaðfestar niðurstöður. Af því að þá eftir að dæma úr einhverjum atvikum sem gerðist í þessari keppni, reyndar telur nú ekki mikið atvikum sem þarf að dæma í þessari keppni. Kannski, nei, ég held ekki. Þannig að við skulum sjá hvað Stefán Freyr með mrg9.com nær að gera. Hann ætlar núna að reyna að leysa fyrir okkur stigamálin. Og meðan að það gerist, þá ætlum við að horfa á smá auglýsingar og við erum komin aftur inn eftir 2-3 mínútur. Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling.
Jæja, velkomin aftur á skjánum. Ég ætla að spila fyrir ykkur bara endursýningar hérna frá því sem hefur verið að skeið hérna hjá okkur. Ég er bara að spila smá úr hérna atvika listanum sem ég fæ skellt upp á skjáin hérna hjá mér. Við skulum bara sjá hérna Þórhallur Ingi Jónsson. Fyrsta ring, fær snertingu, snýst hérna, endar á þessu í 14. sæti. Þetta er Þórhallur Ingi Jónsson, sigurvegari keppninar okkar. Og sjáu það, ítingur hérna fyrir framann líka. Þorgils að reka sig hérna í. Eða var þetta Rúnar Freyr að reka sig í? Það hafi verið svo. En þau hrundu inn flöggin og vandræðin sem að lendi fengum hérna. Ekki alveg hvað endursýningin er að sína okkur núna, en ég verið að sína okkur þegar Arnar may have crashed en keyrir hérna út úr pitinum. Þetta er Vigfús Hauksson að missa afturendan á sínum. Það var sko nóg af svona atvikum í þessari keppni. Þetta er á 13. ring. Viktor Smári. Já, beint í vegginn með því, verður blöðuða vinnur. Það er eins og ég segi, þegar þið sjáu niðurstöðunar hérna á veggnum á eftir, þá er þetta allt saman bara svona, skulum við kalla demoniðurstöður. Þetta er svona óstaðfestar niðurstöður. Við sjáum við Þorgils missa sig, snúa sínu bíl. Hér er Dagur Tumi, gera svipaða hluti, og skellir sér bara beint í vegg. Hér er Þorgils. Sleppir það okkur vel hérna. Já. Það er allir að gera allt sem þið geta til þess að halda sér í lagi. Aron Breki með skemmtan afturvæng á ring 43 eða eitthvað. Hérna er Ragnar Þóra snúist í ring. Menn trítla hérna fram úr húnum í róleitunum. Og skellir hann sér út úr pittinum okkur. Hérna er Viktor Smári að snúa. Ég hef aldrei séð keppendur snúa svona oft í keppni. Þetta er bara ótrúlegt. Þórhallur Ingi Jónsson kláraði þessa keppni í fyrsta sæti. Hérna læsir hann, rennur þetta lengst út af. Move yourself. Stendur á veggnum. Hrifðu sjálfa þig. Þarna var hann sko klárlega ekki í fyrsta sæti. Hér er Gunnar Karl. Hand ónýtan bíl. Já. Þarna fær hann. Skellir sér inn í pittin. Náði nú að staulast aftur út, en bílinn í klessu. Og hér gjörsamlega köku keyrir hann bílinn og íðilegur hann alveg bara. Kláraði þetta dæmi. Og hér er Dagur Tumi að gera svipuð mistök. Og svo gerast bara mistökinn fyrir aftan hann út allt. Við sjáum við Arnar koma. Hér eru inn í bíl hjá honum Gunnlaug, rallymeistarunum, að snúa sér líka. Þetta er síðasta beygjan, síðasta og fyrsta beygja, virtist vera valdamönnum miklu vandræðum. Þetta erum við að horfa á Hinrik Haraldsson á sínum ring númer 20, meðan aðrir keppendur eru svona á 43 kirkabát. Hinrik lendi náttúrulega líka í vandræðum og rústaði sínu bíl. Og kláraði keppni bara í drasli. Mjög vel gert hjá Hinrik, hann náði að græða nokkur sæti á þessu. Þá komum við upp í 12. sæti úr 15. 16. sæti. Þátt fyrir að bílana sé algjörlega í haki eins og þið sjáum hér. Þarna snýri Aron Breki. Ég hef aldrei séð svona mikið af mistökum hjá topp einstaklingunum líka. Þetta eru þeir allra bestu er að snúa á fullu. Alexander Hauksson hérna, missir afturendan. Og hver er fyrir aftan hann? Gunnlaugur Ásgrímsson við sitt lausa dekk og það er þarna þegar Alexander ákveður að festa bílinn sinn upp á körpinu. Hérna, svupp, bakka aðeins
fyrir svo aðeins áfram hérna og svo fer hann bara ekkert meira en þetta sko. Þannig hann bara fastur. Alexander Hauksson endaði í 8. sæti eftir þetta vesen á sér. Náði hann einhvern tíðan að koma sér af körpin almennilega? Nei, hann náði hann ekki að gera. Endaði bara að láta draga sig inn í pittin í viðgerðarsvæðið. Og hérna Dagur Tumi að smalla sér í vegg og beint fyrir aftan hann. Hver var þetta? Var þetta Viktor Smári eða? Nei. Þetta er Þorgils, já. Þorgils kemur hérna beint á eftir, keyrir á hann. Nei, Viktor Smári. Þórhallur Ingi Jónsson hérna sem tók náttúrulega sigurinn í þessari keppni. Stórkostleg keppni. Vílíka keppnin. Henrik bara í róleitunum sínum. Bíllinn hans í klessu og hann var bara að dútla sér hleypa öllum fram úr sér og vera ekki með neitt vesen. Reyna að pikka ekki upp neina refsingar en koma sér áfram og græða nokkur sæti. Viktor Smári hérna bremsar allt og seint. Henrik með 23 mínútur á endanum í viðgerð. Þetta er hann í róleitunum bara lesin á honum. Ragnar Þór hérna skellur í vegg. Örlítið óhraður hérna inn, nær ekki beginni, smetti sér hérna í vegginn. Alveg í klessu hérna. Þetta er grátlegt að sjá. En nú aftur Henrik bara í róleitunum sínum hérna. Oi, nei, býttu, hvað? Býttu, ég skil ekki alveg. Já, það er þetta. Það er að bílaði stýrið hjá honum. Arnar. Þetta er rosalegt, maður. Að bílaði stýrið hjá Arnar Kristjáns. Hann bara ákvað, já, blessaður, ég ætla að kíkja þetta á vegginn. Farinn, það eru sælir. Hann ætla bara að hleypa hraðari bílum fram úr sér. Þorgils, nei. Slæðir raskatunni hérna utan í. Dagur Tumi hérna. Já, ég hef heyrt eitthvað það. Þetta getur verið mjög hættulegt. Þetta var að þeirra Patrikur Köku keyrði sinn bíl. Misti fyrsta sætið frá sér þarna. Og svo bara í klessu að basla við að koma bílnum sínum í pittin. En aðeins ofar í listanum er Dagur Tumi að snúa sínum bíl. Það er haugur af Henrik Haraldsson klessum hérna. Hann var að berjast með sinn bilaða bíl. Hérna er Þorgils að snúa sínum. Stefán Freyr er að reyna að berjast við að koma stigunum inn. Gengur ekki eins vel og við hefum viljað vona. En ekki er öll von úti ennþá. Ragnar Þór með ónýta nefið sitt. Trítlar þetta í gegn, nær ekki að bremsa á það sem við sáum áðan. Þetta er áhriksturinn hjá honum. Ragnar Þór hérna, bara bush. Hérna fjár allt í Köku. Og hvað hring er þetta? Þetta er hringur 1. Ragnar Þór smá högg hérna aftan á sig, virðist hafa alveg slegið bílinn hans út úr dampi. Hérna verður einhver netkót snerting og hérna verður allt í Köku og klessu og þetta sem við sjáum Henrik fljúga. Þetta er hringur 1.
Hérna Þorgils með engan afturvæðing, kringur 1 enn og aftur. Kringur 13 núna. Viktor Smári færið inn í hliðin á sér. Ragnar fyrir ekki. Þvílíka keppnin, þvílíka móti sem við erum búin að fá að upplifa hérna síðustu daga. Þetta er búið að vera, síðustu vikur, þetta er búið að vera svaðaleg keppni og mér langar enn og aftur að senda sérstakar þakkir á málingavörur, Aðalbón, VAFSR og sjálfsögðu Stillingu. Takk ykkur öllum kærlega fyrir að styðja okkur í gegnum tímabilið. Þetta er búið að vera frábært tímabil. Betur fyrir að búið að vera minnum áreikstar á þessu tímabili heldur en í þessari keppni. Þetta er ekki svaðalasta keppni sem hefur verið bara hjá okkur síðustu ár. Mér sýnist á öllu að stigin séu ekki að fara að detta inn. Ekki núna í kvöld, allavega ekki uppfærið stig. En Þórhallur Ingi sýnist mér, hann ekki að fara að ná að skríða fram úr Hákon. Nær því ekki, Aron Brigi að fara að missa Þórhall bara ennþá lengra frá sér. Sigurgeir Lúðvíksson, hann gæti náð Aron Brigi að koma sér upp í 4. sæti. Svo náttúrulega eins og ég segi, stigin eftir að breytast þegar hann dómarnir koma inn, þá fá menn refsingar og verður sparkað eitthvað niður listan hingað og þangað. Þannig að það er allt sem getur gerst í þessu ennþá. Og ég minn ykkur enn og aftur á mrt9.com mrt9.com. Þar getið þið séð bara allar upplýsingar þetta. Ég ætla að henda hérna á okkur link þess að ég getið séð bara niðurstöðu úr þessari keppni og þessari deild. Og þetta verður væntanlega búið að uppfæra bara snemma á morgun. Sjáuði listan. Bara frá 10. sæti niður í 17. sæti did not finish. Þeir kláruðu ekki keppni. Ótrúlegt. Það í rauninni Alexander, Viktor, Vigfús, allir þeir bara klára ekki keppni. Það bara þeir eru svo langt eftir Aroni Breka og restina af liðinu. Þetta er aldrei sést áður þetta hjá okkur. Það er aldrei. Get ég svo svarið það. Þannig lýkur þessari yndislegu mótaröð. Já, eins og ég segi, þannig líkar þessari yndislegu mótaröð Formúlu 4 deildin árið 2026. Þakka ykkur enn og aftur fyrir að fylgjast með þetta. Ykkur þessi diggustu áhorfendur sem ég sé það reglulega á chatinu, þakka ykkur yndislega og mest og langmest af öllum. Takk. Svo er enn og aftur styrktaraðilar deildarinnar málingavörur, Aðalbón, VAFSR og Stilling. Takk ykkur öllum kærlega fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Við sjáum ykkur aftur á næsta ári, ef ekki fyrr. Þangað til næst. Takk ykkur öllum kærlega fyrir, það var stórfenglegt. Góða nótt.